Óskar, leikur á móti Val á laugardaginn, hvernig bara leggst í þig? Heyrðu, hann leggst honum líka ljómandi vel í mig. Mikið tillökkun og alla forsendur fyrir toppleik. Svona uppalinn káringur og svona, sést þetta að mæta Val alltaf? Já, ég hef lítinn sem engan smekk fyrir Val og hef ekki haft frá því að ég var ungur drengur og þannig að það eitthvað í loftinu þegar þessi lið mætast, það er spenna á milli stuðningsmannanna og ég held að leikmenn gerir sér alveg grein fyrir þýðingunni. Þetta er oft á tíðum meira heldur en bara venjulegir deildarleikir. Það er oft upplifunin kannski oft að sé meira heldur en 3 stig í boði. Það er ekki endilega kannski sést á töflunni en þetta skiptir máli fyrir fólk og skiptir máli fyrir okkur káringa að þegar við erum að spila á móti Val. Byrjunin ykkur á mótinu er búin að vera virkilega góð. Svona mikið verið rætt og ritað ykkur upp á síðkastið fyrir ykkur áhyggjur að menn fari fram á sér? Nei, ég hef ekki vonað því og ég vona ekki. Menn eru misjafnir og sumir hlusta örugglega á öll hlaðvörp og hlusta á sérfræðinga mæra þá og leikmennina og liðið. En ég vona að aðrir og flestir átti sig á því að þetta svona þetta bara. Þegar vel gengur þá eru menn geggjaðir og allt bara frábært og svo þegar það blæs á móti þá finna menn öllu til foráttu. Ég hef sagt að hlutirnir eru yfirleitt aldrei eins góðir og þeir líta út fyrir að vera en þeir eru heldur ekki jafn slæmir þegar þeir eru sem vestir og ég treysti mínum mönnum til að við erum búin að fara það oft yfir hlutina að varðandi þetta að menn eru bara núllstiltir, vita hvað þarf að gera, vita líka bara að það sem þeir leikir sem eru búnir, þeir eru bara búnir, þú færð ekkert fyrir þá, það er engin forgjöf og þú ert ekki með neina áskrift af einhverju frammistöðu, það er ekki þannig, þú ert bara það sem þú ert í dag. Nei, ég hef ekki trúað því að menn, að það blási upp í nefið á mönnum og þeir séu á bleiku skýi, ég hef ekki ágjörð því. Svona, liðið byrjaði ágætlega í fyrra líka, finnurðu mikið mun á liðinu núna og liðinu í fyrra? Já, mér finnst þetta bara skondið að menn sé að bera saman þetta er byrjanir byrjum á 3 jafnteflum og unnum svo Skagann, þannig við vorum með 60 eftir 4 leiki. Já, ég finn mikið mun, liðið er náttúrulega 1 ára eldra. Það er búið að gangi í gegnum hreinsunareld og það er búið að tjarga og fiðra liðið á opinbera vettvangi. Það gangi gegnum svipugöng eftir síðasta tímabili og á síðasta tímabili. Þannig að þetta liðið hafi lært mikið og ég held að líka að menn hafi lært að eins erfitt og það var og eins óþægilegt og það var og vont og það var að þá lifðu menn það af. Það ætti enginn í fótbolta, það var enginn sem bara eitthvað svona varanlega skaða af síðasta tímabili og þá held ég að sé oft auðveldara kannski að létta á höggstólnum og sleppa handbremsunni og rífa hlekkina og keyra bara á þetta og það sem gerist, gerist, amor fati, elskaðu örlögin, hvar sem þú endar, þú ræður þeim yfirleitt ekki en reynum allavega að hafa gaman á meðan það er. Freistaði þín ekkert að gera eitthvað á gluggadeginum í gær? Nei, ég spáði ekki ég var búinn að gleyma það að ég var í gluggadagur. Ég var svona myndur á það því ég fekk eitthvað sýndur frá öðrum góðum mönnum úr öðrum liðum. Var ég reglulega myndur á það en nei, við erum bara, við þurfum ekki fleiri leikmenn. Við þurfum bara að
einbytta okkur að því að reyna að hafa sem flesta heila og reyna að gera þá leikmenn sem eru hjá okkur betri. Ég held að það sé miklu meira fókus heldur en að hugsa eitthvað að það þurfa að fara til búð og líta upp í hilluna að okkur getum ekki keypt eitthvað. Ég held að við erum ekki þar í dag. Þú getur vel verið að það verða annað upp á teiningu í sumarglugganum eða eftir tímabili eitthvað. En akkurat núna stegum við bara nóg með að halda utan þennan hóp sem við erum mjög sáttir við í dag. Engin meiðsli eða neitt svoleiðis komið upp á? Jú, það eru hellingur það er slatta meiðslum. Biggi er ekki ennþá komið tilbaka og Hjalti er að jafna sig. Það var í hóp síðast en töluvert langt í hann. Arnór Ingvi meiddist á móti FH, verður líklega ekki með á móti Val. Eiður Gauti meiddist á einhvern dag, verður líklega ekki með á móti Val. Og þannig að það er bara svo það er. Erfitt að vera án þeirra, Eys og Arnórs í þessum leik? Já, þetta eru auðvitað mikilvægi leikmenn en Orri Hrafn og Stefán Árni koma inn fyrir þá og það verður ekkert, ég treysti þeim fullkomlega til að leysa þá á hólmi, aðeins kannski öðruvísi leikmenn en mjög öflugir á sinn hátt og þetta er bara hluti af þessu, ef að maður það er alltaf óskað þess að vera allir heilir, þá getur við bara verið með 11 leikmenn. Menn þurfa að fá tækifæri til að stíga upp, menn þurfa að fá tækifæri til að hafa ábyrgð og vera með hlutverk og ég testi þessum mönnum vel fyrir því. Bara búin að ákveða byrjunarliðið? Já. Búin að opið bara það? Já, ég held að sé þannig að í þessum heimi og Liam Rósanar hefði kannski getað hugað því áður en að neyti öllum púðurinn í að eldast við þá sem voru að leika byrjunarliðin út úr klefanum með Chelsea að allir þeir sem vilja vita byrjunarliðið hjá KR munu vita það í síðasta lagi á morgun eftir æfingu. Allir þeir sem hafa áhuga á því. Það er engin unga kynslóðin í dag þegir ekki yfir neinu. Það er allir að tala við allir og þannig að ég sé ekki tilganginn í að vera með vera að reyna að breiða yfir eitthvað eða búa til einhverja eitthvað að reyna að villum fyrir mönnum. Staðan er bara svona, kannski verður Eiður Gauti bara ótrúlega hátt mun að rísa upp og vera heill en ég sé það ekki gerast í dag. Nei, nákvæmlega, bara svona í lokin, laugardagskvöld klukkan 7, sviðið gerast alltaf stærri eða þannig á þessum tímapunkti á tímabilinu? Nei, þetta er bara, þetta er skemmtileg tímasetning. Þessi leikur hefur alla burði til að verða frábær skemmtun. Ég hvet fólk sem sá ekki PSG Bayern München að horfa á þann leik og velta fyrir sér ef það er hægt að spila svona í undanúrslitum meistaradeildarinnar þar sem allt er undir á allra stærsta sviðinu. Þá höfum við hérna í bestu deildinni enga sérstaka afsökun til að vera eitthvað að vera varkárir og fara í skotgrafirnar. Þannig að ég vona bara bæði lið mæti og keyri á þetta, spili brúsandi sóknarleik og verði með mikla orku. Og ég sagt að segja það aftur, orkustigið okkar þarf að vera hærra og við þurfum að mæta með orkustigið í botni til að fá gott úrslit. Því að Valsmenn eru með gott lið. Takk fyrir þetta, Óskar, og gangi vel.